Eilöru fannst hennar heili vera hjúpaður í þykkri þoku. Hvert verkefni í vinnunni virtist erfiðara og að muna hluti var barátta. Hún hafði reynt sigraða drykki og næturvaktir í von skjóta lausn. En hugur hennar fannst enn hægur og þreyttur, jafnvel eftir mikla áreynslu. Ég vildi óska að það væri náttúruleg leið til að hugsa skýrar, andvarpaði hún við vin sinn, Leo. Hún þráði sannarlega andlegan skerpu og frið. Leo, alltaf fús til að hjálpa, stakk upp á, amma mín, Anja, veit allt náttúrulegan lífstíl. Kannski getur hún hjálpað þér að efla heilastarfsemi náttúrulega. Þau heimsóttu ömmu Auju í fallega samfélagsgarðinum hennar. Þetta var staður fullur af litum og ferskum ilmi, sannkölluð vind. Sólin síaðist í gegnum laufin og skapaði friðsælt og aðlaðandi andrúmsloft. Amma Anja brosti hlýlega, augu hennar full af visku. Heilinn þinn eins og viðkvæmur garður, kæra, sagði hún mjúklega. Hann þarf rétta munnun og athygli til að blómstra í raun. Ég vil bara hugsa betur, finna fyrir minni streitu, játaði Ellara við hina vitru eldri konu. Rödd hennar innihélt vott af örvæntingu. Anja kinkaði kolli vinsamlega og skildi vandræði Eilöru. Margir einfaldir vannar geta hjálpað þér að ná þessum innri skýrleika og einbeitingu. Í fyrsta lagi mild hreyfing lífsnauðsynleg, útskýrði Anja. Göngutúr í náttúrunni, djúp öndun, róar hugan. Það eins og að gefa heilanum þínum ferskt loft til að anda. Síðan matur, ekki bara hvaða matur sem heldur heilaeflandi matur, hrópaði hún af eldmóði. Hugsaðu litrík ber, grænt græmeti og stökk netur fyrir daglega orku. Þetta eins og litlar ofurhetjur fyrir heilafrumurnar þínar sem venda þær og halda þeim sterkum. Hún lagði áherslu á kraft plöntubundinnar næringar. Hún útskýrði að ber, til dæmis, hafa sérstaka krafta til að venda heilafrumur fyrir skemmdum. Græmeti hjálpar til við að halda minni skörpu og hugsunum skýrum. Og ekki gleyma vatnið, bætti Anja við með blikki í auga. Að vera vökvaður algjörlega lykilatriði fyrir heila þinn til að virka vel og skilvirkt. Ellara hlustaði ákaft og fann vonarglampa sem hún hafði ekki fundið í margar vikur. Anja talaði einnig hvíld, mikilvægt efni fyrir skarpan huga. Heilinn þinn vinnur hörðum höndum allan daginn, útskýrði Anja þolinmóð. Hann þarf góðan, endurnærandi svefn til að hreinsa sig og búa sig undir morgundaginn, eins og að hlaða rafhlöðu. Hún nefndi einnig hugleiðslu sem öflugt tæki. Að taka nokkrar rólegar stundir á hverjum degi, bara að einbeita sér að andadrættinum, getur gert heilann þinn sterkari og friðsælli. Það eins og lítill, hressandi frídagur fyrir hugan þinn sem gerir honum kleift að endurstilla sig og endurstillast, sagði Anja að lokum. Ellara fann sig sannarlega innblásna. Næstu vikur byrjaði Ellara að breyta rútínu sinni með nýfundnum ákveðni. Hún gekk í garðinum í hádegisléinu og naut ferska loftsins. Hún pakkaði sér salötum með spínati og valnetum í vinnuna, skipti út sigruðum snakkinu sínu fyrir handfylli af bláberjum og öðrum ávöxtum. Hún prófaði jafnvel einfaldar öndunaræfingar fyrir svefn. Að tryggja að hún fengi nægan svefn var forgangsverkefni og hún fann fyrir jákvæðum áhrifum næstum strax. Leo gekk oft með henni í göngutúrum og fylgdist með umbreytingu Eilöru með brosi. Hann sá hana verða einbeittari, minna stressaða og almennt ánægðari, sem var mikil andstæða við fyrra yfirþyrmandi ástand hennar. Hægt og rólega tók Ellara eftir miklum mun í daglegu lífi sínu. Stöðuþoka í heilanum hennar byrjaði að léttast, skipt út fyrir ótrúlegan skýrleika og skerpu. Hún gat einbeitt sér betur í vinnunni, munaði smáatriði með auðveldum hætti og kláraði verkefni á skilvirkan hátt. Streitustig hennar lækkaði verulega og hún fann sig ánægðari og orkumeiri en nokkru sinni fyrr. Geislandi orka hennar var sannarlega smitandi og hvatti aðra í kringum hana. Ellara deildi nýjum vana sínum með vinnum og fjölskyldu og var dæmi hvernig náttúrulega efling heilastarfsemi getur umbreytt öllu lífi manns. Hún var vitnisburður náttúrulega visku. Þessi saga sýnir okkur að sannur heilakraftur kemur frá einföldum, náttúrulegum valkostum sem við tökum á hverjum degi. Með því að næra huga okkar með hollum mat, mildri hreyfingu og friðarstundum, opnum við fulla möguleika okkar og lifum líflegra lífi. Gerast áskrifandi að Íslandi hefur fyrir fleiri hvetjandi sögur og ráð til að lifa þínu besta lífi. Líkaðu við þetta myndband ef það hjálpaði þér og skrifaðu hér fyrir neðan uppáhald heilaeflandi ráðið þitt.